Við höldum áfram með föstudags þáttinn. Þann 1. júlí næstkomandi opna Pieta-samtökin útibú á Akureyri, það fyrsta utan höfuðborgarsvæðisins, og hingað til þess að segja mér frá því kominn Birgir Örn Steinarsson, vertu hjartanlega velkominn í þáttinn. Takk fyrir, kærlega. Þetta stórt skref, ekki satt, fyrir Pieta-samtökin að opna svona fyrsta útibúið utan höfuðborgarinnar? Jú, okkur finnst það. Þetta búið að vera á planu lengi. Við erum mjög stolt af því að hafa loksins geta látið þetta verða veruleika. Já. Búið draumur lengi. Og á langtímaplaninu það ekki rétt að opna útibú í öllum landsfjórðungum? Já, það svona okkar metnaður að gera þessa þjónustu bara að landsþjónustu. Já. Og opna hús í öllum landsfjórðungum. Þannig að þetta koma hingað svo sem búið að vera undirbúningi í svona 1 ár. Já. Þannig að það var bara komið tími til þess að taka stökki. Einmitt. Og þetta gríðarlega merkilegt starfa, því Pieta-samtökin eru auðvitað félagasamtök, en er að veita þessa þjónustu sem svo mikilvæg og þið hafið náttúrulega fundið þú varst að nefna, sagði mér hérna rétt áður en við byrjuðum að spjalla saman frá aukningunni, tölfræðilegu aukningunni hjá fólki sem nýtt þjónustuna, hún alveg ótrúleg. Ég held að hún hafi alltaf 500-faldast frá við byrjuðum við byrjuðum í júní 2018. Við erum sem sagt forvarnasamtök fyrir gegn sjálfsvígum. Já. Þannig að við erum að bjóða fólki sem með sjálfsvígshugsanir eða gífurlega vanlíðan og sér ekki fram á að vilja lifa lengur upp á aðstoð og fría aðstoð. Þannig að það frítt að leita til okkar. Já. Við bjóðum líka upp á þjónustu fyrir þá sem í sjálfsskaða. Já. Þetta að skera sig eða skaða sig á einhvern annan hátt, og við bjóðum líka upp á aðstoð fyrir aðstandendur, þeir sem kannski búa með einhvern sem í sjálfsvígshættu, og svo upp á aðstoð fyrir það sem hafa mist eitthvað. Já. Mitt starf er svolítið að koma hingað og starta nýju Pieta-samfélagi á Akureyri. Já, þetta er víðtæk og mikil þjónusta. Og þetta bara, maður næri ekki utan að 500% aukning, það rosalegar tölur. Þannig að það má segja að þið hafið upplifað það bara á eigin skinni hversu mikið vöntun var á þessari þjónustu eða hvað? Já, ég held að Pieta-samtökin sé svar við vissu gati sem bara var í heilbrigðiskerfinu. Já. Hingað til hefur það bara nánast verið lúxus að geta leita sér sálfræðiaðstoðar eða meðferðar gegn hlutum. Þetta kostar, það dýrt að fara í svona. Já. Og geðdeildin hefur hingað til kannski einungis náð að sinna þeim sem í mestu bráðri hættunni. Já. Þannig að kannski eitthvað sem næri ekki greiningaskilmerkjum fyrir einhvers konar kvilla, hann hefur kannski ekki fengið aðstoð þar strax allan. Við trúum ekki á biðlista, við lofum því að leita til okkar, þá færðu viðtal við fagmann innan 3 daga, og svo bara hægt og rólega, ef þetta spunnist upp, fólk hefur frétt af okkur. Ég held að aukningin sé kannski nú aðalega út af því að fólk bara veit af okkur núna, og veit hvert það getur leitað. Og eftir að opnuðum hjálparsímann okkar sem opinn allan sólarhringinn, að þá tóku bara eftir því að það voru ekki bara fólk á höfuðborgarsvæðinu að hringja, bara allan landsbyggðina. Já. Og svo hefur bara fengið mikinn áhuga og rauninni bara þrýsting frá bæjaryfirvöldum hér að koma. Þau hafa mikið sýnt okkur það að vilja fá okkur, þannig að það var bara tímill að taka skrefið. Já, rökrétt næsta skref. Og þetta það kannski ekki síst þessum átökum sem hafa það hafa verið svona vitundarvakningar og þar sem að Pieta-samtökin hafa verið áberandi, verið hvetja fólk til þess að tala hlutina og það sé mikilvægt að minna á að það margir einmitt sem hafa heyrt fyrst af Pieta-samtökunum bara núna á undanfarnum árum, en þau hafa stimplað sig inn af miklum krafti. Sem svo fallegt því að við höfum ekki til að neinum pening í PR, Þetta bara einhvern veginn orðspor og
fólk kannski hefur að deila hlutum sem við höfum deilt á samfélagsmiðlum og svoleiðis en við höfum ekki farið í mikla vinnu kynningarvinnu út af við. Því við bara hreinlega gátum ekki til að byrja með. Nei. Og svo stækka samtökin og við erum alltaf félagasamtök þannig að við erum algjörlega háð því að styrkjum. Já. Hvort sem komið styrki frá einstaklingum eða fyrirtækjum eða bara frá hinu opinbera eða eitthvað svoleiðis. Að það hefur vaxið líka í leiðinni einhvern veginn. Þannig að samtökin eru algjörlega bara svona samfélagsleg vakning allra, sko. Einmitt. Og þetta hefur gerst svona bara náttúrulega einmitt að fólk hefur svona kveikt á því að þið væru til bara út frá að ég segi svo, ég held að ég hafi fyrst heyrt Píetasamtökin út frá hafa verið þessar göngur, ekki satt, úr myrkri í ljós eða svona þess að við gengi í gegnum nóttina. Já. Mjög fallegar athafnir eða samverustundir eða hvað maður á að kalla það. Já, sem skilst það hefur nú líka verið gert hérna á Akureyri. Einmitt. Við erum búin að vera, það hefur verið fólk hérna á Akureyri sem hefur verið að vinna fyrir okkur bara í sjálfboðastarfi, bara nánast frá upphafi. Já. Þannig að ég hlakka mikið til að koma í sambandi alltaf þá og svona virkja þetta almennilega hérna. Já, byggja upp þetta samfélag. Þetta er mjög spennandi og þarft. Ég held einmitt að það sé engin vanþörf á þessu. Og maður hvetur auðvitað fyrir þá sem að sko vilja leggja Píetasamtökunum lið, þá er það náttúrulega alltaf í boði þó að sé ekki sérstakt átak akkurat núna, en það kannski stendur til. Já, ég hugsa það. Við reynum svona að bæði vera hluta mínu starfi að vekja athygli á samtökunum innan bæjar. Mér langar að kannski að reyna að setja upp ykkur uppákomur. Ég er sjálfur listamaður og væri gaman að setja upp ykkur tónleika eitthvað svoleiðis eða setja upp eitthvað svona viðburði hér til þess að sem geta að hjálpa okkur að safna fyrir starfinu. Við erum búin að tryggja okkur í nokkra mánuði þannig að við erum svona örugg allavega vonandi fyrsta árið. Já. En miðað við hvernig sprengingin varð í Reykjavík og hversu hratt þetta stækkaði, að þá býst ég alveg við því að við þurftum að stækka við okkur húsnæði eitthvað í hausti eða eitthvað. Já. Og svo mitt starf er að byggja upp Píeta-hugmyndafræðina og starfi hér, þannig að ég ætla að ráða inn bara fagfólk hérðan. Já. Það var ekki bara einhver sérfræðingar að sunnan, sko. Nei. Þannig að mér langar svo að gera það, búa til samfélag já, eins og segið, það sem við söfnum inn, það fer í bara reksturinn, þannig að fagfólk fær bara greitt og svo er það alls konar rekstur sem að ég mun sjá að mun þurfa að halda utan hérna. Já. Bara svona þessi daglegi rekstur á öllum mögulegum hlutum, sko. Þannig að það bara fylgir þessu eðli málsins samkvæmt. En þannig að já, það geta náttúrulega allir lagt samtökunum lið og fundið stórt eða smátt, það hjálpar auðvitað allt. Já, það er hægt að fara í svona áskrift, þú veist, þá ertu að gefa samtökunum kannski 3.000 krónur á mánuði eitthvað. Svo getur farið inn á síðun okkar og bara fundið út hvernig við getum styrkt okkur þaðan. Já. Síðan höfum við fengið alveg og bara hafa verið ótrúlega styrkur af svona Kíónisklúbbum og Lionsklúbbum og margir hafa hlaupið fyrir okkur í Reykjavíkurmaraþoninu og það er bara kannski að búa eitthvað til hér sem getur hjálpað okkur að halda utan starfsemina hér. Þannig að nú þurfum bara svolítið að leggja höfuðið í bleyti. Ég hlakka til að hitta fólki hér og sjá hvað hugmyndir þau hafa. Auðvitað. Þetta er mjög spennandi og við hvetjum auðvitað fólk bara til þess að fylgjast með, verður hægt að fylgjast sérstaklega með starfinu hérna á Akureyri á samfélagsmiðlum? Eða verður það bara hluti af sko Píeta-síðunum? Góð spurning. Ég bara er ekki komið það langt. Nei. Kannski verður bara að setja upp sérreikning hérna fyrir... Já, við bara sjáum allavega til að byrja með hvetjum við fólk til að fylgjast bara með Píeta-síðunum á samfélagsmiðlum og þessu öllu. Ég hlakka mikið til að fylgjast með þessu spennandi uppbyggingu. Ég held að það er sannarlega ekki vanþörf á þessu. Ég bara óska þér allsins besta í þessu. Takk fyrir að fá mig. Ég bara mín ánægjan og þú ert örugglega eftir að koma hérna til okkar aftur. Það er gaman. Takk fyrir.